Góðan dag og gott kvöld, fallega fólk. Verið velkomin í þriðja þátt af Maðurinn á markaðurinn. Í dag langar mér svolítið að leggja hlutabréfakennsluna smá til hliðar eða áður en við förum inn í hana og tala þannig séð manninn. Ég vill að þessi þáttur muni vera svolítið allt mig og hvernig ég komst að hlutabréfum, hvernig ég náði að fræða mig það og hvernig ég fann áhugann á þessu. En já, þessi þáttur þannig séð ekki fræðsluefni og þannig að ef þú ert komin til að fræða þig og hefur lítinn áhuga á mér þá þetta ekki endilega þáttur fyrir þig, svona bara fair warning, því ég veit að það ekki allir spenntir að hlusta það sem ég hef að segja varandi mig. Flestir eru bara komin til að læra og það skilji bara fullkomlega og ég dæmi ekki neitt fyrir það. En margir þekkja mig sem hlutabréfagæinn á TikTok, en svo sem hvernig byrjaði það allt. Hæ, ég heiti Ásmundur Ari, betur þetta svo gott að pissa. Fullt nafni mitt Ásmundur Ari Pálsson og ég 21 árs ef með við jólin 2025. Ég fæddist hérna í Reykjavík og var alin upp á Seltjarnarnesinu með tvíburunum mínum. Ég ólst upp bara í langbestu fjölskyldu hérna á Íslandi, það myndi ég segja. Ég átti mjög elskulega móður og faðir, elskulega mömmu og pappa og ég fékk að lifa barnaæskuna mína mjög þægilega, þó mér var alveg svo sem helviti vel strítt af stórubróðum mínum, þá var þetta mjög þægileg barnaæska. En já, leikskólalífið var mjög geggjað þó ég var sjálfur brjálaður að hafa bannað að vera með snuðið í leikskólanum. Ég var svolítið háður þessu snuðið aðeins svo lengi en náði að hætta því nokkuð seint, en þannig sé alveg þægilega snemma fyrir með að við hvað orðin gamall þegar ég hætti. En ég hef alltaf elskað lærdóminn að vissu marki þannig séð. Stærðfræði og tölur heilluðu mig rosalega þegar ég var yngri og þannig líka önnur tungumál. Þegar ég gekk í Mýrarósaskóla í fyrsta bekk, 6 ára gamall, þá samkvæmt fjölskyldu minni var ég með mjög gott tak á enskunni og einni stærðfræðinni, með að við 6 ára pjakk. Það var ekki algebra en ég var svona að byrja að ná að fatta sinnum og deilingu og samkvæmt þeim ég man að sjálfsögðu ekkert eftir þessu en ég alveg trúi mínum miðlum fyrir því. En ég nefnilega veit svo vel að enskan mín var orðið þægilega góð því að amma mín var orðin svo brjáluð þegar hún sá að ég kunni enskuna betur en íslenskuna og eins og í dag ég myndi líka vera brjálaður ef að 6 ára frændi minn var að tala ensku betur en okkar eigi móðurmál. En já, við kannski ræðum það seinna. Ég hef alltaf haft góð tengsli við alla fjölskylda mína, mömmu, pappa, ömmu og afa, alla frændur og alla frængur. Við erum mjög náin og hittumst kannski aðeins of reglulega. Ég elska alveg öll en við erum allavega mjög náin fjölskylda og ég dýrka það alveg út í botn að fá að hitta bróður mömmu minnar, að báða bræður mömmu minnar og að, já, bara svona ríkt fjölskyldulíf. En ef við förum kannski að tala svona meira inn í peningamálin og næ þá betri flæði inn í hlutabréfadæmin eða hlutabréfaheiminn, þá ólst ég upp í svona þægilega ríkri fjölskyldu. Foreldrar mínu voru ekkert moldrík en þau átt alveg nóg fyrir sínu og kannski aðeins meira. Við lentum þó mjög illa í hruninu 2008 en ég veit ekki alveg hvernig fjölskyldan mér fór að því og þau eiginlega vilja ekkert vera að segja mér að hvernig þau náðu að bjarga sér upp úr hruninu, en það sem ég get svona borið saman að þau náðu stuttu fyrir hrunið, þá keyptu þau steypu, hús til að smíða upp, keyptu landið og það búið að steypa svolítið upp í húsið, en þau seldu það stutt eftir hrunið, þannig að þetta var líka bara heppni að flest allir peningurinn fór í steypu og þegar hrunið myndaðist þá var hægt að selja það aftur stutt eftir hrunið til að fá eitthvað pening tilbaka svo maður myndi ekki alveg þannig séð enda á götunni. En já, þau vilja ekki segja mér hvernig þau sluppuðu hrunið, en fyrir það hvernig ég er búin að skoða mig í kringum þetta, því ég alveg mjög forvitinn manneskja, þá var það svolítið hvernig ég náði að púsla þessu saman, að já, þau keyptu steypu stuttu fyrir hrunið og náðu einhvern veginn, ég veit ekki hvernig, að selja þessa steypu aftur
sem bara ekki nema lukku grís sko, verð ég að segja. Öll önnur fjölskylda mín lenti mjög illa í hruninu en fjölskylda mín, blóðfjölskylda mín, mamma og pabbi og bræður mínir sluppum þannig bara út af þessari litli heppni þó að millan svolítið fór illa og fleira. En það svo sem stoppaði þau ekki þótt þau mistu allan peningin sinn, þótt að þau náðu að bjarga einhverju tilbaka, þá héldu báðu foreldrar mínir ennþá bara að vinna á fullu. Þau sem betur fyrir mistu ekki vinnuna eftir hrunið, en þau hafa bæði haft þetta grind mindset á ensku og þau hafa alltaf bæði tvö unnið bara raskat af sér og hafa staðið sig ógeðslega vel bara frá hruninu og allt þetta til dagins í dag. Já, eins og flest allir krakkar á mínum aldri eða hvað svona ungmenni á mínum aldri þá skildu foreldrar mínir, ég held ég var í kringum 13 eða 14 ára, ég manna ekkert alveg. En já, það kannski sýnir það líka að ég var það ungur þegar þau skildu að ég fattaði ekkert hvað var í gangi, ég man ekki eins og hvenær þau skildu. Svo í dag er ég alveg mjög fegin að þessi skilnaður endaði á mjög góðum nótum hjá bara okkur öllum. Sjálfsögðu þurfti allir að fara sinn veg og þetta var erfitt á tímabili, en það er allir mjög góðu standi í dag sem ég er mjög þakklátur fyrir. En já, þau eru bæði með þetta grind mindset og bæði bara héldu áfram að gera sitt besta og bara liggu við bæði á toppnum í dag. Pabbi minn stendur sig rosalega vel, þið þekki hann örugglega sem Palli Píla eða Pall Sævar. Hann er bara með gjörsamlega alla þessa útvarpsrás á hreinu þarna og stendur sig mjög vel, og mamma mín með sitt eigi fyrirtæki, og þau hafa bæði bara staðið svo ógeðslega vel, og það er akkurat það sem ég fæ þetta grind mindset frá þeim, er að þau hafa bæði haldið áfram að gera sitt og það er búið að borga þeim mjög vel, svo ég vildi reyna að finna eitthvað líka svona sem ég hafði áhuga á til að byrja og reyna að vera svo þau. En bara síðan ég vissi hvað peningar voru og hver ég var, þá langaði mér alltaf að vera flugmaður eða flugkall. Þegar ég var 10 ára eða eitthvað, þegar ég uppgötaði þetta, ég vissi alveg að flugmaðurinn það er þægilega mikill peningur inn í þessu öllu, og líka bara það er fucking töff að taka á loft með 158 tonna vél. Svo ég ákvaði bara að stefna á það að skjótast á flugmannin og bara út Mýrarhúsaskóla, og þegar ég flytti til Vestmannaeyja eftir skilnaðinn og þegar ég kom tilbaka eftir að vera í Vestmannaeyjum í 5 ár og allt þetta, þá var ég alltaf að fókus á þessa starffræði og líka, eða þú veist, flugmannin segi ég, og að fókus á starffræðin líka því að ég hef alltaf haft svo mikið áhuga á tölum, ég þekki tölur best. Svo ég byrjaði að fókus á starffræðina og tölfræðina í menntaskólanum fyrir akkurat flugmannin. Ég lærði í 2 ár í Vestmannaeyjum, eða framhaldsskóla Vestmannaeyjum. Ég var líka í grunnskólanum í Vestmannaeyjum, barnaskóla Vestmannaeyjum, en ég náði svo sem ekkert að velja eitt og sér til að læra á. En já, ég hélt mig við starffræðina í framhaldsskóla í Vestmannaeyjum og var þar í 2 ár og einnig náttúruvísindin þar, og svo þegar ég fór í menntaskóla við Sund eftir að vera í 2 ár þar og ákvað að taka síðasta árið mitt í menntaskóla við Sund eða MS, þegar ég flytti til pappa, þá hélt ég mig við starffræðina og smá í tölfræðinni. Já, þessi businessinum manna, alltaf ég man ekki alveg hvað áfagin heitir í dag. En á meðan öllu þessum tíma, meðan ég var í framhaldsskóla í Vestmannaeyjum og einnig þegar ég var bara liggu við nýkomin til Reykjavíkur, þá uppgötaði ég hlutabréf. Sem sagt, hvernig ég fann hlutabréfin og intraday trading til að vera nákvæmur, því að það var fyrsta sem ég svona lærði mig hlutabréf, að sjálfsögðu vissi alveg hvað hlutabréf voru og hafði svona eitthvað huga á hvernig þetta virkaði. Það var sjálfsögðu vissi ekkert af hverju hlutabréf voru til eða hvernig þetta virkar eða hvernig maður var að lesa þetta og allt þetta. Þannig að já, ég var sem sagt á Tenerife með fjölskyldunum minni yfir jól og nýjárs 2022 og 2023. Í byrjun janúar, þegar ég var bara að doomskrolla bara rétt fyrir brottför, það var búið að pakka allar töskur og við vorum bara að gera okkur reddi að koma okkur heim aftur til Íslands, þá fékk ég þannig strák á TikTok, hann Chris Trades,
Það var mjög stutt að við myndum bara fara svo ég ákveða bara að seifa TikToki og halda bara áfram að doomskrolla að drepa tíma því að ég er oftast bara fyrstur til að græja allar þessar töskur, ég nenni ekki að þurfa að stressa mig þetta korter í að taxin mætir. En ég seifaði TikTokið og hugsa bara að ég horfa á þetta þegar ég kem aftur til Íslands, þegar ég komi bara fyrir framan borðtöluna mína og get þá bara fókusað almennilega á því að ég sá akkurat að þetta er alveg leit út, ætti ég að segja, þetta leit út fyrir að vera mikinn tölfræði og starffræði, þannig að ég hélt að mín starffræði menntun geti hjálpað mér svolítið þar. Að sjálfsögðu í dag vitum við öll að það er ekki þannig sem liggur við betur fyrir því að það væri svolítið vesen að þurfa alltaf að vera með eitthvað starffræði í huga þótt þetta sé bara barna starffræði þá er þetta ekki eitthvað það stór starffræði, ég held að þetta væri liggur við allt bara starffræði en sem betur fyrir er það ekki þannig. En já, ég hugsaði að seifa þetta TikTok og skoða þetta betur þegar ég væri fyrir fram að borðtöluna mína. En að sjálfsögðu gleymdi ég þessu alveg og ég var búinn að vera á Íslandi í cirka 2 vikur eða svona 10 daga, þannig að já, svona 2 vikur seinna þá var ég akkurat að skoða þessi saved TikToks hjá mér eða highlighted TikToks hjá mér og þá kemur Chris akkurat aftur svo ég ákvaði að fara í gegnum allt TikTok hans, allan prófíl hans og þetta bara leit mjög vel út, ég meina hann var svolítið að marka að setja þetta sem þú veist, ekkert endilega get rich quick en hann var að sína að þetta er ógeðslega gaman og hann er ógeðslega hyper og þið getur ekki að setja sjálf bara Chris Traits á TikTok að hann er rosa mikið læti og svona fast pace fyrir ADHD og fyrir okkar stutta athyglisbresti að við höfum svo lítið fókus í dag að þetta var svona akkurat fyrir okkur þá. Þannig að ég ákveði bara að henda mér inn í Discord-serverinu hans og ég borgaði þessa $300 fyrir lifetime activation þess að fá fullan aðgang að öllum Discord-serverinu hans. Ég nefnilega vildi ekki vera að borga $20 á mánuði þannig ég hendi bara í $300 á mánuði. En ég byrjaði sem sagt bara fyrst upplega að elta signalin sem hann var með í boði. Hann var með fólk þannig sem heitir analysts sem bara posta því það sem þau eru að gera. Þið þekki örgulega sama með Fred Trading þar sem að þú hermir bara eftir öðrum. Í dag vitum við sjálfsög öll að þetta er það versta sem þau getur gert því að þau geta feikað líka við allt sem ferðan inn á, þau geta sagt að þau seldu þarna en gerðu það ekki alveg eða eitthvað þannig og þá endar þú í mínus og allt það og oftast er þetta gert á rosalega snöggum tíma þannig að þú átt í erfiðleikum að koma þér inn í þetta líka, þú ert að opna appið, lesa hvenær þú ert að kaupa og hvar stopplossit er og hvar take profit er og þetta var svo mikið vesen. En bara með þessum tímum þá uppgötaði ég allt þetta bara hvað þetta væri ógeðslega erfitt að fylgjast alltaf með þessu og vera alltaf að checka á símanum og hvert skipti sem að síminn titraði þegar markaðar var opinn þá varst að checka hvort þetta væri eitthvað signal til að taka. Svo ég ákveði bara að fara beint í Chris og kvarta bara að þetta gengur ekki þannig að hvað get ég gert og hann í alvöru svaraði mér og sagði að ég ætti bara að læra þetta sjálfur og að ef að ég læri þetta ekki sjálfur og byrja að læra þetta sjálfur og að hvernig ég get þá kannski líka orðið analyst eða hvernig sem það væri bara hafa almennilega kunnat á þessu að hann myndi það bara henda mér út og það sem ég var búinn að borga 45.000 kall fyrir þetta það ákveði ég að sjálfsögðu bara að fara að læra þetta og í 6 mánuði straight þá gerði ég ekkert annað en að læra að treyta og Chris einnig tók mig undir og benti mér á hvað ég átti að læra og hvað ég átti að gera og allt þetta og ég gerði ekkert nema þetta, þú veist, ég var ekkert að gera neina heimavinnu eða ég gleymdi að checka hverju ég þurfti að skila inn á morgun eitthvað þannig því að allur dagurinn minn bara í 6 mánuði, ég held að þetta voru einhverjir 12 til 16 tímar að dag, þá var ég annarkvort að glósa, lesa, fylgjast með markaðinum eða hvernig það var að sjálfsög var ég með Netflix og opið eitthvað þannig en jú, ég var svolítið að innbytta mér á þessu bara líka við alla daga og ég væntanlega fann svolítið áhuga á þessu sem hjálpaði alveg töluvert líka því að ég hefði örugglega aldrei getað náð þessu ef þetta væri drepleðilegt en í 6 mánuði straight þá var ég bara að gera mitt besta í að læra þetta og ég kynnti endalaust af fólki eins og Tom og Leo og Brian, Kane, Kalo, Jason og fleirum sumir þeirra eru nú þegar í Discord-serverinu mínum þið sjáu örugglega þeir eru með hana ensku mælandi streiki í kringu sig
En já, út þessa 6 mánuði þá misti ég samband bara við flest alla vini mína, þar sem ég gerði ekkert nema að fylgjast með hlutabréfum. Svo bara, já, gerið eins og ég segi frekar en eins og ég geri, því að þetta á ekki að vera svona flókið að sérstaklega læra á hlutabréf. Jú, þetta tekur mjög langan tíma, en 6 mánuði straight, 16 tíma á dag, það er allt og mikið og gerði mér frekar bara íls heldur en gott. Ég tel að þetta hægði svolítið á menntunum minni frekar en að flýta henni fyrir, því að ég meina þegar ég segja að þú þarft í alvöru minnstalagi 15 mínútur á dag, mestalagi klukkutíma á dag, þú veist, í lærdóm þegar kemur á hlutabréfum, því að þetta er ekki það flókið að þú þarft að sitja yfir þessu alla daga, allan daginn. En á þessum 6 mánuðum og auka 2 þá náði ég mínu fyrsta payouti fyrir rétt undir 300.000 íslenska krónur. Ég man ekki hvað alveg dollarinn var, að íslenska krónan var sterk þá gegn dollaranum, en ég held að þetta var, þú veist, þetta er á milli 250 til 300k október 2023, og ég var gjörsamlega himinlifandi og ógeðslega glaður og bara í alvöru geggjað. Lífið var svo gott að sjá að ég var alltaf, það sem ég var búin að gera eitthvað var byrjað að skila sér, þótt þetta voru 8 mánuðir fyrir 300.000 kall. Ég meina, flesti græða þetta á solid mánaðarlaunum, þannig að þetta var ekki alveg best í heimi fyrir 8 mánaða vinnu, en þetta var allavega að skila sér, sem var svona, skipti mér mestu máli og hélt mér gangandi, því að ef ég hefði gefist upp þannig þegar ég fór í yfirdrátt hjá Íslandsbanka eða þegar ég var að biðja fólk um 20.000 kall og allt þannig, þá akkurat var þetta svona sem ýtti mér áfram. Og sem betur fer var ég ekki að taka lán hjá fólki eða eitthvað þannig, eða þykjast vera að treyta fyrir neitt, og ef þú borgaði með 20.000 kall þá myndi ég treyta fyrir og allt þannig. Sem betur fer gerði ég ekki það, að jú, að sjálfsög ég gerði það, en ég var akkurat með lögfræðing þá út af öðrum málum, þannig að allir sem ég treytaði fyrir, og það kom ekki vel út, ég sjálfsög borgaði með öllum tilbaka, því að ég var bara með basic copy treytið þá, en skiptir ekki máli, við skulum halda fram. En já, ég var heimilifandi eftir hennan 250.000 kall eða 300.000 kall. Þannig ég fekk þann heiður að byrja að gera það sama eins og allir voru að gera í Discord-server hjá Chris, að fá að vera analyst, að fá að alerta það sem ég er að gera og sína öðrum hvernig ég er að fara að þessu. Og ég græddi nú smá aur af því, svona smá bensínpeningur. Ég held að þetta var svona cirka 7.000 kall vikan, sem er bara helviti mjög gott. Ég meina, ég var ekki að gera neitt út af, ég setti bara upp botta sem að sá bara hvað ég var að treyta og tilkynnti það strax. Þannig að þegar ég ítta bæ, þá fór strax bara formati í gegn og beint inn á Discordið. Þannig að í mínum augum var þetta frýr 7.000 kall fyrir smá sunnudags vesen að setja bottan upp. En þetta gekk í mjög stuttan tíma, því að vera analyst er ógeðslega mikið vesen. Þannig að já, mjög stutti tími fyrir smá bensínpening í eitthvað 2-3 mánuði. En þessi tímar héldu áfram, og 300.000 kall var það 600.000 var það 1 milljón, og 1 milljón var svo loksins að 10. Og að sjálfsögðu tók þetta gríðarlega langan tíma, en ég var með geggjalið með mér sem nefndi að kenna mér þetta allt, sem ég er ógeðslega þakklátur fyrir, sérstaklega Keim, þú skilur ekki íslensku, en takk kærlega fyrir allt sem þú gerðir fyrir mig. Og ég var gjörsamlega himinlifandi að ég alveg þetta var að skila sér miklu betur en ég hélt, og ég vil ekki alveg vera að bústa mitt ego hérna eða vera að flexa eitthvað það mikið, en ég var svona byrjaður að fá meira greitt út heldur en Chris Trades var að fá greitt út. Hann að sjálfsögðu minka sinn skamt af hlutabréfum, því að hann var einfallega að gera þetta til að ná að lifa. Hann átti Teslur og hann átti Lamborghini og allt þannig, og hann hætti að sækjast í meiri aur og frekar settist bara niður og greiddi það sem hann þurfti, sem er líka bara mjög gott að gera. En á öllum þessum tíma vann ég í Polo rafrettibúðinni, sem að í alvöru var andjóks besti staður til að vinna á. Ég er ógeðslega þakklátur fyrir að fá að vinna hana. Þetta var ekkert eðlilega gaman fyrir að vinna ykkur í sjoppu,
þú veist, snildar eigandi, ekkert eðla skemmtileg starfsfólk, bara chill staður og takk fyrir pent sko, en ég akkurat ákvæði að hætta í Póló einnig út af ég gat lifað á þessum hlutabréfapeningi en bara líka út af geðheilsunni minni sem sjálfsagt ekkert tengt Póló. Póló hafði ekkert með það að gera, það var sjálfsagt allt hlutabréfin og fleira sem var í gangi í lífinu mínu en ég ákvæði að segja upp og ég reyndar hljóp frá starfi líka sem að bara í guðanabænum ekki gera það og Sindri að þú skildi vera að horfa á þetta í alvöru fyrirgeðu, þú áttir þetta alls ekki skilið en já, ég var mjög þakkláttur fyrir Póló og mjög þakkláttur fyrir alla sem að nenntu að kenna mér á þessi hlutabréf og að ná að uppgöta Chris bara meðan ég var í fríi út á tenni en já, ég var að sjálfsögðu mjög duglegur að doomskrolla allan þennan tíma á TikTok og Instagram og ég gera það líka við ennþá í dag en ég er búin að setja upp svona parental control svo ég sé ekki að gera þetta alltaf mikið en þá kemur akkurat upp Gunnar á mitt For You page eða fyrir þig síðuna og hann byrjaði að tala að treyta með samsettum vöxtum sem sagt að þegar þú ert með 1000 krónur og þú græðir 1% þannig að þú ert komið með 1010 kall þá notar það í næsta trade og reynir að græða þá aftur 1% og þá ertu komið með 1021 krónu eða hvernig það er þannig að þú notar það sem græddi síðast til að græða aftur 1% næsta dag og að græða 1% hvern einasta dag fyrst og fremst bara ekki hægt það engan veginn séns að þú nærð því 1% ógeðslega há tala til að græða á hverjum einasta degi þú veist 365% á út árið ef við erum að tala um rafmyntið þar sem það opið 24/7 en 255 dagar held ég vikudagar í ári sem sagt 255% á ári það gjörsamlega ekki hægt við vitum að sjálfsögða flestir að græða í kringum 11 til 15% á ári ef að þau eru bara svona meðal maður í intraday en svo að sjálfsögðu svona lukkugrísar eða þeir sem að vita aðeins of mikið hlutabréf þeir alveg að ná 20, jafnvel 30% á ári þannig að ná 255% á ári ómögulegt þannig ég tók eitt símtal ég veit ekki alveg hvernig ég fór að því en ég náði að finna einhverja manneski sem vissi hver Gunnar var og ég þekkti einnig fólki í kringum Gunnar og þá fékk ég svolítið að vita allt hver reynslan hans eða þeirra var á bakvið allt þetta að treyta í gegnum Forex. Gunnar var að kenna Forex trading eða gjaldmiðla trading og já, ég ákvað að henda í eitt svona reaction TikTok, það sem að þú veist, ég reaktaði hvað Gunnar var að segja og þú veist, ég talaði inn á milli það sem Gunnar var að segja þú veist, að útskýra ef þetta satt eða ef þetta ósatt og ég var svona að reyna að sýna fólki bara að þetta ekki hægt að tölfræðilega séð þetta ekki hægt og út af Gunnar var bara einfallega að tala í prósentum og hans bara hversu mikið þú getur grætt bara 4 milljónir fyrir næsta sumar og ég vildi bara sýna að tölfræðilega sér þá þetta ómögulegt og að hann væri bara einfallega að skema fólk því að hann var akkurat að rukka fyrir kennslur að það myndi DM-an þetta svona algengasta innan svindlbransans bara heyrðu DM-aðu mig ef þú vilt að ég hjálpi þér því að inn í DMs þá sér enginn hvað þú ert að gera því að þetta bara milli þín og manneskjuna sem að skema þig þannig að það getur enginn verið í kommentakerfunni bara jó, passa ykkur á honum en já, Gunnar var sem sagt að skema fólk og ég frétti líka að hann var að skema vini sína hann tók þau inn í kennslu og kennslan var bara ekki neitt þannig að ég kýs að flokka þetta sem skam en sumir kjósa bara að flokka þetta sem svona ignorance bara að Gunnar vissi ekki nógu mikið til að vera að rukka fyrir það þetta fyrir svolítið báða leiðir eru þau saklaus eða eru þau ekki það sem skiptir ekki það miklu máli ég var aðalega fókus á það að tölfræðilega séð þá þetta ekki hægt og ég var akkurat þá undir nafninu gott að pissa og fólk fannst það ógeðsla fyndið svo að sjálfsögja ákvað að halda því
en í lok myndbandinu út af því að Gunnar var ekki að sýna hennar sönnun að þetta ekki hægt, þá ákvað ég að sýna mína bankabók fyrir smá svona sönnun að ég vissi hvað ég var að tala og að ég vissi að tölfræðilega séð þetta ekki hægt, að ég búin að vera í þessum bransa í liggur við ár, eða næstu því ár, það voru að koma sem sagt jól þannig í aðeins meir en ár, það var að koma sumar, sem sagt stutt í sumar og þú ættir að græða 4 milljónir fyrir sumar akkurat, og ég ákvað að sýna í lókmyndbands að þetta ekki hægt og ég væri með mjög þægilega reynslu á bak við þetta og ég vissi svolítið hvernig prósentu hlutfalli virkar varandi hlutabréf og hvað þá forex trading. En fólk fannst það bæði geggjað að ég var að sýna þetta og líka illa séð að ég var að sýna bankabók og það voru mjög margir í kringum með stressar að ég var að sýna mína bankabók þótt ég var búin að blurra allt þetta helst út, ég meira þess að blurra bankanúmerið mitt þótt að það skipti nú engu máli því þú getur ekki gert neitt með það, en ég ákvaði bara að taka myndbandi af síðunni minni því að þetta var allt og mikið mjög gott og mjög slæmt svona reaction frá öðru fólki, þannig já, ég ákvaði að taka þetta myndband niður og mjög margir vildi þá byrja að læra af mér og hvernig ég byrjaði að gera þetta og fólk var mér þess að fara að senda mér á Facebook Messenger sem að, ég er smá óþægilegt en ég læt að slæta, svo ég ákvaði bara að gera það sama á Chris og ég ákvaði að búa til Discord server. Ég fekk akkurat Chris og vin minn Tom til að búa til serverinn með mér og á innan við 1 viku voru komnir 500 manns inn í Discord serverinn sem var bara galið, hann var ekki svona tilbúinn og Tony var byrjar að benda mér á að hann gat ekki lesið nokkra channela og allt þannig því að þetta var bara mjög illa sett upp og gert í flýti, en já, 500 manns komnir inn á mjög stuttu tíma sem ég var bara ógeðslega þakklátur með, svo ég ákvað að byrja að posta kennslefni á ensku því að þetta var gamall server með ensku mælendum inn á, þetta voru svona fólk sem var líka að læra með mér, þetta var, já ég ætti kannski að segja þetta var breyttur Discord server, þetta var bara mjög basic Discord server, 1 channel, 1 voice chat channel, en við breyttum því í íslenskt og ég hendi út þessum ensku mælandi fólki og ákvað að byrja að hleypa um íslensku inn, svo já ég byrjaði að kenna þetta alltaf ensku fyrir þess að sem voru inn á þessari síðu sem voru enskir eða inn á Discord server sem voru enskir, en svo hendi ég þeim út og byrjaði þá að kenna þetta á íslensku. Ég byrjaði einnig að rukka fyrir einkakennslur og einkaefni fyrir þessa lengra komna, ég akkurat passaði að þeir sem var að kaupa einkakennsluna og einkaefnið að þeir væri komnir helviti langt áfram frekar en ég væri bara hei kott inn og byrjaði strax að rukka fólk 3.000 eða 2.000 mánuði í einkaefni sem að gerði þeim ekkert gagn því að þau voru ekki eins og með grunninn, en það stóð í mjög stuttum tíma eða stuttu sörum, svo ég ákvaði að hætta að rukka fyrir þetta, ég opnaði fyrir allt einkaefnið og líka einhver kennslunar sem ég var með í vídeoformi sem ég nú þegar búin að taka niður því að í dag erum við komin með miklu betri fræði með allt og liggur við hvað obsolete í dag, og ég hætti að taka fólki einkakennslur og í dag segi bara fólki að senda á mig og ef þið þurfa hjálp með eitthvað og við myndum þá bara leysa það í gegnum DMs í staðans að vera að rukka mig fyrir eitthvað gríðalega dýrt einkakennslu og ég væri þá bara gjörsamlega að sinna þér, ég var með eitthvað 30 manns þann inni á einu tímabili og akkurat þegar ég hætti með einkakennsluna þá endurgreiddi ég þá sem voru nýkomnir inn, ég endurgreiddi þá í samningi við aðra, þú veist, hei þú ert bara að vera inn í 6 mánuði, þú ert komið svona langt áfram, þér vantar ennþá þetta, hvað finnst þér sanngjarnt, þú veist að ég myndi endurgreiða þér og við komum þá á þægilegu millibili það sem að ég fekk einhvern af þessum peningi og þau fengu sinn skamt tilbaka svo ég væri ekki alveg gjörsamlega mikill fáiði, og að sjálfsögðu þeir sem mér fannst vera komin full áfram, ég endurgreiddi þeim ekki að sjálfsögðu í samhengi við þá ef að einhver var ósattur að þeir fengu ekki einhvern pening tilbaka þá sendi ég bara þann pening líka tilbaka því að orðspor skiptir miklu máli en ég þarf líka minn part af gróða fyrir mína kennslefni, en ég veit líka að fólk sætti sig við það að ef að þeim fannst ekki eitthvað vera nógu gott bara endurgreiða tilbaka, ég hef alltaf staðið við það sko, en já, fyrirgeðu nóg það, já ég hætti að taka við þessar einkakennslur og
fólk myndi bara senda á mig ef að þau þurftu hjálp. En Gott að pissa byrjaði svo bara að springa. Ég byrjaði að sýna meiri gróða, þú veist hvað ég var að græða mikið, ég byrjaði að sýna hvernig markaðurinn ógeðslega grimmur og þetta gekk í alveg bara gríðarlega vel. Þú veist, fólk var svo einhvern veginn glatt að sjá að ég var að sýna hagnað og tap, sérstaklega þegar ég sýndi hvernig aprílmánuðurinn minn gekk 2024, fólk var virkilega sátt með það. En það voru líka mjög margir ósammála, bara voru að segja að ég sé að photoshoppa þetta og að þetta væri bara fake og eitthvað, meira þess að þegar ég sýndi að þetta væri ekta, að það var samt ekki nóg fyrir þau. Svo ég hugsaði bara, hver er ég að sanna fyrir einhverjum pallanir í bæ að þetta er ekta, fattarðu? Þú veist, af hverju þarf ég að sanna fyrir þér að þetta virkar? Svo ég ákvaði að hætta að sýna gróða og byrja einfallega bara að posta svona trading TikToks og það sjálfsög gekk ekki eins vel og að sýna hversu mikið ég var að græða og allt þannig, sem er bara mjög skiljanlegt. En þú veist, aðal ástæðan af hverju ég hætti að sýna gróða er ekki það að ég var að reyna að sanna mig fyrir öðrum eða eitthvað þannig, og sem er mjög illa séð, þú veist, þú átti ekki að vera að sanna fyrir öðrum, en það var það að fólk var að koma inn í Discordið og halda að þetta væri, þú veist, snöggauðs, að þetta væri get rich quick, sem að ég gjörsamlega vildi ekki. Ég vildi sýna að þetta er ógeðslega leiðilegt, ég vildi sýna að þetta er bila erfitt og ógeðslega erfitt, bara drepleiðilegt, og að þetta tekur á, þú veist, geðhelsan fer ógeðslega illa og allt þannig. Því að ef að einhver myndi gjörsamlega sinna þessu, þá myndi hann horfa í gegnum það og halda áfram. En ef að einhver myndi vera í erfiðleikum með þetta, þá myndi þau gefast upp sem fyrst, sem sagt, að ef að þau væri nú þegar ekki nógu spennt fyrir þessu, að þau væri ekki að eyða sínum tíma í að fara inn í eitthvað og svo stúta sér eða kála sér inn í því, þú veist, ekki kála, meira svona að þau væri ekki að gera eitthvað sem þau myndi sjá eftir. Og það var akkurat það sem ég var að stefna á, að þeir sem höfðu áhuga á þessu myndi fara allarleið í gegn, og þeir sem að myndi kannski missa áhuga snemma inn í þessu myndi hætta sem fyrst. Og að sjálfsögðu hefur það kosti og galla, því að hvað ef að manneskjan hefur í alveg bullandi áhuga á þessu og ég gjörsamlega drap áhugan með því að segja hvað þetta væri ógeðslega leiðilegt og ógeðslega erfitt og að þetta myndi gjörsamlega stúta á geðheilsuna og bla 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 bla, að hver er ég að segja það við þig þegar þú þarf svolítið bara að meta það sjálfur eða sjálf. En þá er það bara svolítið á þeim komið, tel ég. En ef að ég drap eitthvað metnaðið eitthvað með því að segja hvað það væri ógeðslega leiðilegt, þá bara biðst ég innilega afsökunar, en ég vona að þú skilur að ég gerði það einfallega fyrir góðs aðra, að þú værir ekki að sóa þínum eigin tíma. Og þeir sem eru komin virkilega langt í gegnum hennar hlutabréfabransa, bara í alvöru til hamingju, þeir standi ykkur mjög vel. En djöfisrant. Já, gott að pissa TikTokið að sjálfsögðu minnkaði í views út af því að ég var hættur að sýna gróða, en það er bara fínt, það er bara fínt að fólk væri núna ekki komin í Discord-serverin fyrir þetta get rich quick, og að ég væri hættur að sanna mig fyrir ykkur öðrum sem að ég þarf ekki eins og að sanna mig fyrir. Ég fór svo minkandi með gott að pissa TikTokið. Þið sjáðu akkurat núna, ég er ekki nógu duglegur að posta inn á því, og það er bara svolítið fínt, því að ég er svolítið að innblínast Discord-serverinum, að ég er að reyna að ná fólki þar sem lengst. Ég reyna að vera mjög duglegur að svara fólk inn á Discord, en ég veit að flest ekkert hafa séð það, ég er ekki búin að vera nógu duglegur, en það búið að vera svolítið mikið að gera hjá mér í flugbransanum, að ég reyna að fá þetta skírtinni. En já, allavega með þessa geðheilsu og allt það, ef ég svona reyna að halda þessu góðu róli, þá að hætta í póló eða hætta í vinnunni, það var ógeðslega sárt og virkilega erfitt að gera. Ég man bara, ég var grátandi að senda á, sko, ég sendi mér þess að skilabóð bara á yfirmanni minn í stað þess að hringi í hann. Þú veist, ég var grátandi að senda á hann að þetta væri ógeðslega erfitt og ég gæti þetta ekki, og að ég væri bara á mjög slæmum stað og ég var með sjálfsmorðshugsanir og allt þetta. Og að, þú veist, hlutabréfin voru líka í ruglinu með þessu, fattaru, og þetta, þú veist, ekki bara það setti mig á mjög slæma stað og líka, þú veist, vinnuveitanda minn, að, þú veist, að hlaupa frá starfi er það versta sem það getur gert þegar kemur að vera starfsmæður, því að þetta setur svo mikið áfall á eigandan og þeir sem er að sjá vinnuna. Ég man akkurat að vinnufélagi minn var
liggur brjálaður út í mig því að hann þurfti að taka allar mína vaktir. Þannig að fyrir ekki gjössalega með það, Róbert, ég vona við sem góður í dag. En þú veist, þetta var ógeðslega erfitt, en ég er samt fegin að ég hætti úr starfið því að ég var orðinn á virkilega komin á slæma stað bara með öll þessi hlutabréfavesen og að reyna að halda upp gott að pissa og reyna að halda upp Discordin og allt þetta. Þetta var orðinn líka við tölur mikil vinna fyrir eitt gæja sem er nýorðinn tvítur, fatti. En ég reyndi bara að halda áfram. Ég man, ég ætla að tala þetta, ég man akkurat að eitt skiptið, ég misti 25 milljónir dali sem sagt í potential payout. Ég var á 20 funded reikningnum og þeir voru tilbúnir í úttekningu. Það vantaði einhverja $1,000 viðbót á hvern reikning sem var mjög léttilega að ná á þessum tíma. En já, ég var bara á svo slæmu stað að ég sprengdi þetta allt og ég eyðilega alla reikningana og misti þá, þú veist, ég misti ekki mínar 25 milljónir en þetta voru 25 milljónir dali sem voru tilbúnir í úttekt. Og þetta gerðist á vakt hjá Polo. Að sjálfsögðu, þetta er ekki þeim að kenna. Ég misti þetta ekki út af þeim. Þetta var einfallega ég og mín græðgi og hvað ég var brjálaður og allt þetta. Þannig að við skulum í alvöru, þetta var ekkert þeim að kenna. Ég held að fara að segja að Polo er besti staður sem ég einhvern tímann unnið á og mun einhvern tímann að vinna á. Fucking dýrka þetta liði bot, sko. En nóg þetta dick-sucking hérna. Og svo ég þurfti að gera eitthvað með mína geðheilsu, svo fyrsta skrefið mitt væri að hætta í Polo. Já, fyrst og fremst bara, já, hvað er ég að segja? Bara hætta í Polo til að ná geðheilsu minn aftur á stað. En fyrir mörg ykkar þá haldið þið kannski að hætta í þessu, að hætta í vinnunni er ógeðslega gaman, því að þú veist, þið eru að escape the 9 to 5, escape the matrix, eða get out of the rat race. Þetta er, þú veist, ekki þannig. Það er, þú veist, hvað ætti ég að segja, það er ógeðslega erfitt að hætta í vinnu, sérstaklega ykkur vinnu sem að þér fannst mjög skemmtilega, átti skemmtilega vinnufélag inn í. Því að þið eruð ekkert endilega að hætta í 9 to 5 eða 9 to 5, þið eru að fara úr 9 til 5 í að vinna 7 til 24. Þú veist, þeir eru að fara úr 8 tíma vaktir í 16 tíma vaktir, því að þetta er ekkert endilega frelsi sem þið fáið, þeir eru bara að gera eitthvað kannski aðeins skemmtilegra fyrir jafnvel minna borga starf. En jú, trading svo sem gaf mér frelsi, en það gerði líka geðheilsu mína töluverða verri og það er líka svona ástæðan af hverju ég vildi gera podcast með allt. Því að mín geðheilsa var orðin svo slæm á einu punkti að það var allt öllum að kenna nema mér. Það bara ef eitthvað fór úrskeiðis í mínu lífi þá var það bróður mínum að kenna eða þú veist, líka fleiri í kringum mig, eða ef eitthvað fór í rugl þá var það öllum nema mér að kenna. En sko, þau sem að svona virkilega elskuðu mig fengu svo sannarlega að finna fyrir mér og þú veist, í dag misti ég svolítið, þú veist, ég misti svolítið úr lífi mínu í dágóðan tíma og sem betur fyrir í dag þá er ég bara að ná tengslum aftur við þau, en þetta var orðið mjög slæmt og þau voru svolítið að byrja bara að fá að heyra þetta allt frá mér og ég var einnig byrjar að ljúga svo mikið til að líða betur að ég var byrjar að ljúga hvað ég fekk í hádegismat, eins og það skipti einhverju máli. En sem betur fyrir hefur geðheilsan í dag bara aldrei verið betri. Ég hef komin á svo þægilegan stað þótt að framtíðin svolítið hræði mig, þá bara reyni ég að halda mig í ákvæðinum og að reyna að halda áfram að gera mitt, því að bara taka einn dag í einu, hugsa ekkert lengra en hvað maður ætlar að gera á föstudaginn í næstu viku, því að hugsa of langt svolítið hræði mann frekar en að gera manni gott. En já, eins og ég sagði áðan, þá hef mér alltaf langað til að vera flugmaður og ég hef akkurat nýtt mitt frelsi til að fá flugmannsskírteinið mitt, ATPL, og ég er akkurat að fara að flytja núna til Portugal eftir 2 vikur, sem sagt 8. janúar fer ég frá Íslandi og ég verð þar í 1 ár til að klára það ferli. Að vera trader og flugmaður er svolítið draumur, þótt að flugmaðurinn er svolítið bara plan B hjá mér. Þetta er bara ef ég skildi fara á hausinn með trading, því að maður veit aldrei hvernig markaðurinn mun haga sér. Ég meina, við erum akkurat í búblu núna varandi gervigreindina. En
Já, mér langaði bara svona snöggvast að kynna mig og segja stutt frá mér. Ég vildi alls ekki að þessi þáttur verði langur þó hann er komin alveg töluvert langt áfram, við erum að nálgast 40 mínúturnar. En á morgun í fyrramáli, sem sagt 8 tími frá núna, er ég að fara til Asíu fyrir þessa hefðbundu jóla útlandsferðir hjá mér eins og hvernig ég uppgötaði Chris og ég fer þaðan svo beint til Portugals. Ég veit ekki alveg hvernig ég mun ná að sinna gott að pissa á meðan ég er þann úti en ég mun einhvern veginn svona finna út í því. Gæðin mun líklegast lækka eitthvað, það mun ekki alveg vera í fullum gæðum en ég vona allavega að ég get náð einhverjum hlaðvörpum út hér og þar. Mér langar svolítið að reyna allavega að ná þessu svona vikulega, einu sinni í viku, þannig að 4 sinnum á mánuði, ekki að skjótast á það. Skjótast á 4 sinnum í mánuði, lofingu, en að sjálfsögum mun gæðin lækka. Ég skal reyna að græða eitthvað mikrofón þann úti eða hvernig það er. Mér langar að sjálfsögum að gera fleiri myndbönd eða kennslumyndbönd en það svo sannarlega verið töluvert erfitt að meðan ég er hann úti því ég mun ekki hafa sömu græjur úti og ég hef hér. En við skulum fara yfir sá brú þegar við komum að henni. En í næsta hlaðvarpsþætti munum ég fara yfir allt hvernig á að byrja í hlutabréfum. Hann verður tekin upp í Asíu, svo þetta verður alveg low-key erfitt en ég skal reyna að gera þetta svona þægilega cozy fyrir ykkur og reyna að fara yfir þetta allt og vonandi nægja að gera plan með ykkur, hvernig ég get bent ykkur akkurat í rétt áttuna ef að þið viljið læra mér þar að segja. En nóg það, ég heiti Ásmundur Ari, betur þekktu sem gott að pissa. Þetta var Maðurinn og markaðurinn. Gleðileg jól.